Vist, þín ánægja. Komið sæl, í dag hefur verið norðaustan og norðanátt hjá okkur og víða rigning eða súld og stöku skúrir suðvestan til og veðrinu hjá okkur stýrir þessi víðáttumikla lægð sem hefur verið að stýra veðrinu síðustu daga og hæð yfir Grænlandi og þróunin á þessum kerfum er nú svo að hæðin heldur áfram að halda á móti og lægðin kemur hér heldur nær okkur en grynnist smám saman þannig að það verður áfram norðaustlæg átt hjá okkur og strekkingsvindur víða norðvestan til á landinu en annar staðar hægari. Og þessu fylgir úrkoma mest allt austanvert landið. En hitinn fór hæst upp í tæp 20 stig á nokkrum stöðum á Suðurlandi í dag og til að mynda fór hitinn í 19 stig á Korpu en kalda síðastlina nótt fór niður í 6 stig á Gjögri. Og á hitasviðinu þá gerist ekki ýkja mikið hjá okkur næsta sólarhringinn. Við verðum áfram í tiltölulega mildu lofti en við sjáum hér í norðvestri kaldara loft vera að koma inn á Atlantshafið og það kemur til með að hafa áhrif á lægðagang hjá okkur næstu daga eða seinna í vikunni og seinna í vikunni er útlit fyrir að kólni heldur hjá okkur. En ef við skoðum svo hér hvernig vindur og úrkoma breytist frá því í kvöld og næsta sólarhringinn, þá er gert ráð fyrir að létti víða til hér tíma suðvestan til í kvöld, en áfram verður rigning og súld hér austan til og víða á Norðurlandi og hádegi á morgun verður staðan á þessa leið, norðaustlæg átt eða breytileg hér á suðurhluta landsins en norðaustanátt á norðvesturhluta landsins og gæti farið þar upp í 8 til 13 metra á sekundu en hægari vindur annar staðar. Rigning að mestu leyti allt austanvert landið og jafnvel talsverð á stöku stað hér á Austfjörðum en rigning eða súld með köflum víða á Norðurlandi. Og skýja með köflum á suður- og vesturhluta landsins og þar er útlit til að verði stöku skúrir seinnipartinn. Og svo ef við horfum hér á hvernig þetta breytist frá því hádegi á morgun og í næsta sólarhringinn þar á eftir, þá kemur þessi úrkoma hér inn á mestallt austanvert landið, af og til skúrir hér suðvestan til seinnipartinn, en svo þegar líður á miðvikudaginn þá styttir heldur upp hér allra austast á landinu. Og hádegi á miðvikudag er útlit til að verði norðlæg eða breytileg átt hjá okkur, víða rigning á norðausturhluta landsins en rigning eða súld með köflum norðvestan til, úrkomi lítið á Austfjörðum þetta leyti dags en skýja með köflum hér sunnan og vestan til og útlit fyrir að þar gætu einnig orðið stöku skúrir seinnipartinn. Og svo á fimmtudag er útlit fyrir að verði komin austlæg eða breytileg átt hjá okkur og rigning að mestu leyti allt sunnanvert landið en skýja með köflum norðan til og dálítil rigning þar með köflum og hitinn svona frá 10 og upp í 15 stig og svo á föstudag er útlit fyrir að fara í lægð yfir landið þannig að það verður norðlæg átt hér á Vestfjörðum og norðvestan til á landinu, strekkingsvindur og rigning þar en hægari vindur annar staðar og breytileg vindátt en það er gert ráð fyrir rigningu í öllum landshlutum ef þessi spá gengur eftir. Og ef við skoðum hér hvernig veðrið viðrar annar staðar í Evrópu, þá er útlit fyrir að það verði skúraloft víða á Bretlandseyjum en þó mun skaplegra veður þar en verið hefur síðustu daga. Eins er gert ráð fyrir einhverjum skúrum í Ölpunum en sólríkara hér í suðausturhluta álfunnar og á Íberíuskaga er einnig reikna með að það verði skýja með köflum og yfirleitt þurrt en þó má gera ráð fyrir að verði skúraloft í norðan til í Portúgal. Og á Kanaríeyjum er reiknað með að verði svipa veður og hefur verið síðustu daga, skúrir norðan til á eyjunum en sólríkara sunnan til og hitinn svona í kringum 25 stig og í Norður-Ameríku er gert ráð fyrir að verði dálítið skúri hér á Flórída og þeim slóðum og eins í Kanada en annars staðar er reiknað með að verði meinlítið veður og nokkuð sólríkt. En hjá okkur er útlit til að verði norðaustlæg átt á morgun, rigning eða súld allt austan og norðanvert landið en skýja með köflum og stöku skúrir suðvestan til. Verði sæl.